Í dag ætlum við að fara yfir nýjasta beautyboxið sem heitir Á bak við tjöldin. Það fyrsta sem blasir við þegar við opnum boxið er svona bæklingur sem sýnir hvað er í boxinu, hvernig á að nota það. Fyrsta sem ég ætla að fara yfir með ykkur er sem sagt þetta hér. Þetta er dagkrem með sólavörn í og það er mjög mikill misskilningur að við eigum bara að nota sólavörn í sól. En hún verndar ekki bara húðina gegn sólskaða, heldur líka gegn ytri mengunarvöldum og í öllum veðurskilyrðum. Þannig að saman þótt að sé eins og alltaf á Íslandi, rigning eða vindur og þannig sólarvörn. Þessi sólarvörn fyrirbyggir einnig svona dökka húðbletti og húðöldrun. Þannig að þetta er sem sagt svona froða og það þarf bara rétt svona fyrir andlitið og bringu. En hún inniheldur meðal annars hyaluroníksýrur sem binda rakann í húðina okkar og sjá til þess að hún þurrki þóttinn ekki upp. Svo erum við með C og E-vitamin, silkextrakt og kollagen. Þannig að þetta er rosa góð blanda. Þetta virkar fyrir bara allar húðtypur, hvort sem þú ert með eksem, bólur. Hún er mjög góð gegn þrota og gegn sólarexemi. Og ég til dæmis fæ alltaf sólarexem þegar ég fer í sól. Þannig að ég ætla að nota þetta á hverjum degi og sjá hvort þetta komi í veg fyrir það. Varan vann líka til alþjóðlegra verðlauna sem besta dagkrem með sólavörn í árið 2018. Og það er laust við öll svona efni sem við viljum ekki, eins og paraben, nanoöreindir, ilmefni og hormónatruflandi efni. Svo erum við með Becca Primer, lúxuspröfu af Becca First Light Priming Filter. Hann er geggjaður. Becca er nýtt á beautybox.is sem er bara geðveikt. Þetta er svo flott merki og hann sem þetta birtir og vekur upp húðina, gefur henni svolítið líf og jafnar allan húðlit, gefur okkur bara mjög fallegan grunn til þess að vinna með. Og ég sem sagt setti primer á þessa hlið á andlitinu mínu, ekki þessa. Og ég veit ekki hvort sjást maður vel, en hér er allt vel svona svipaði litur. En hérna vantar aðeins svona, ég fæ svolítið skelli hérna. Og það sjást svolítið með að nota primerinn. En þetta er sem sagt sjúklega létt formúla. Hún er fjólblá þegar hún kemur úr tófunni og verður svo glær þegar hún fer á húðina. Hún er sem sagt svona fjólblá. Svo þegar við nuddum henni verður hún glær. Það er hægt að nota hann bara einn og sér eða undirfara, en hann birtir svo til hann að það er flottur einn og sér líka. Þetta er sem sagt fulla stærðin af vörunni, en hún er stúðfull af góðum efnum. Hún inniheldur steinefnaríkt vatn, perblóm, natrium, hyaluronate sýrur sem halda raki í húðinni, engifer sem gefur húðinni bara algjört orkubúst og ferskan sítrus sem endurvekur húðina. Það er svona ástæðan af hverju hún lifnar svolítið við þegar við notum hennan primer. Svo erum við með Smashbox maskara eða augnhárapræmer. Þetta er svona hvítur maskari og það sem augnhárapræmer að gera er að lengja, þykkja og bara gera meira úr augnhárunum. Það er líka mjög nærandi fyrir augnhárunum að nota augnhárapræmer og það er hægt að nota þetta undir bara hvaða maskara sem er. Þetta basically gerir miklu meira úr augnhárunum ykkar og ég notaði þennan præmer hérna megin. Ekki hérna megin. Eins og þið sjáið, þá er gífurlegur munur. Það er bara Ok, hér sjáum við muninn. Hérna megin erum við með maskara, augnhárapræmer og ekki hérna megin. Svo erum við með St. Tropez Tanning Face Mistið. Þetta er geggjuvara.
Hún bara gefur okkur náttúrulegan ljóma, smá lit, ótrúlega auðveldur notkun. Þessi má nota á hverjum degi og spraya bara yfir. Þetta er svona eins og úði. Ég ætla að sýna ykkur. Þetta er svona ekki beint spray, heldur svona úði. Mjög léttur. Það ilmar eins og bara sumar í dollu. Þetta er bara geggjuð lykt. Þetta sem sagt veitir húðinni raka og er bara ótrúlega frískandi og Íslandi þegar það er alltaf vont veður. Þegar við höldum fyrir 2 dögum að það sé allt í einu komið sumar og svo allt í einu kemur snjór aftur í mars, þá þurfum við eitthvað annað til þess að gefa okkur lit. En maður á sem sagt að hrista dolluna aðeins áður en maður sprayar og já, gott að spraya yfir andlit og aðeins á bringu líka, svo komið svona svolítið jafnari litur. Svo er það L'Oreal Stylista Sleek Serum sem kom í fullri stærð, eins og sólarvörnin kom líka í fullri stærð. Ég sem sagt blés hárið á mér upp á þessu áðan og þetta er geggjað. Þessi er hitavörn í þessu og því mjög gott að blása hárið upp á þessu. Og það sem það gerir er að gerir hárið miklu betra til þess að meðhöndla það, hvað sem ætlar að gera eftir á. Það veitir örlitlum stífleika, þannig að ætlar að gera greiðslu eða eitthvað, þá bara tekur hárið miklu betur við því. Og ég gerði einmitt svona sleek pony. Í mig og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég gerði það. Ég sem sagt blés hárið mitt upp úr efninu áðan, setti það í hárið blautt og blés það svo með rúllufesta og það má svo nota hana í þurrt hárið líka til þess að gera svona sléttar greiðslur eins og sleek pony og ég ætla að gera þannig núna. Ég ætla bara að taka eina pumpu. En er einhver búinn að fatta hvað þessar vörur eiga allt sameiginlegt, eða allar sameiginlegt? Og af hverju eru þessar vörur í að bak við tjöldin boxi? Þetta eru sem sagt allt svona undirbúningsvörur. Þetta eru allt vörur sem undirbúa bæði húðina, augnhárin, hárið til þess að allt sem kemur eftir á verði mun betra. Þannig eins og sólarvörnin undirbýr húðina okkar og verndar hana. Hún er að gefa ótrúlega mikinn ljóma. Ég sé það bara alveg í gegnum farðan minn. Andlitskreminn er að þétta húðina, gefur okkur svona mjúkt yfirborð til þess að vinna með. Augnhárapræmerinn er að gera miklu meira úr augnhárunum okkar. Mistið er að gefa okkur náttúrulegan ljóma og Sleek Serumið er að gefa okkur betra og meðhöndlanlegra hár og er að vernda okkur fyrir hita. Þetta er allt að gera allt betra. Sem sagt, svona grunnvörur eru svo ótrúlega mikilvægar til þess að til dæmis vöðvurinn okkar líti vel út, greiðslan okkar líti vel út. Það bara skiptir svo miklu máli, bara preppa. En þá ætla ég bara að segja þetta gott í dag og bara þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og ekki missa næsta beauty boxi.